Til er heimur sem eldri en allar stjörnur, vetrarbrautir og reikistjörnur. Hann birtist þegar alheimurinn varð fyrst gegnsær og geimurinn var ekki enn líkur þeim dimma og næstum þögla geim sem við sjáum í dag. Vetrarbrautin, sólkerfið og jafnvel fyrstu stjörnurnar voru ekki til. Allt geimurinn var fylltur af heitu, þéttu plasma þar sem ljós gat ekki hreyfst frjálslega. Ljóseindir rákust stöðugt á við hlaðnar agnir, dreifðust og hurfu aftur í blindandi þoku hins unga alheims. Þetta hélt áfram í 380.000 ár eftir Miklahvell. Geimurinn þandist út, hitastigið lækkaði og frjálsar rafeindir fóru að sameinast róteindum og mynduðu hlutlaus vetnisatóm. Næstum samstundis miðað við geimstaðla hvarf ógegnsæja plasmað. Ljósið sem áður var læst inn í rauðglóandi efninu fékk tækifæri til að ferðast geiminn. Þessi forni heimur umlykur okkur enn frá öllum hliðum. Í milljarða ára teygði útþensla alheimsins öldur sínar. Eitt sinn var hún björt og heit, en færðist smám saman yfir í örbylgjuslið lítrófsins. Í dag kallast þetta leifargeislun eða geimbakgrunnur örbylgju. Þetta er ekki bara fjarlægur bjarmi, þetta er elsta myndin af alheiminum sem við getum séð. Ljósmörkin sem venjulegir sjónaukar geta ekki lengur sýnt okkur fyrri tímaskeið. Hitastig þessara geislunar er það bil 2 heilir 7/10 hlutar úr gráðu yfir alkul. Hún fyllir allan heiminin og virðist við fyrstu sýn næstum fullkomlega einsleit. Hins vegar er þessi einsleitni ekki algild. Í mismunandi áttir er hitastigsmunurinn óverulegur, aðeins tugir míkrokelvína. Það voru þessir litlu munir sem urðu grundvöll framtíðarbyggingar alheimsins. Þar sem eðlisþyngdin var örlítið hærri, safnaði þyngdaraflið smám saman meira og meira efni. Eftir 100 milljóna ára birtust fyrstu stjörnurnar og vetrarbrautirnar á þessum svæðum. Þá birtust vetrarbrauta þyrpingar, risavaxnir þræðir og risavaxin tómarúm í geimvef. Öll fjölbreytileiki hins sýnilega alheims óx úr varla sjáanlegum ójöfnum sem eftir voru á kortinu af leifargeislun. Þetta kort hefði átt að vera næstum fullkomlega fyrirsjáanlegt. Köld og heit svæði eru dreift af handahófi yfir það í samræmi við þekkt tölfræðileg lögmál. Flest þeirra eru fullkomlega í samræmi við nútíma heimsfræði líkan. En í eina átt virðist þessi reglu vera rofin. Í stjörnumerkinu Eridanusu er risavaxið svæði þar sem hitastigið er greinilega lægra en í bakgrunni. Það nær yfir nokkrar gráður á himnum og virðist of stort og of kalt fyrir venjulegar sveiflur af þessum stærðargráðu. Þessi frávik eru kölluð köld blettur af leifargeislun. Það er hér sem ein furðulegasta ráðgáta nútíma heimsfræðinnar hefst. Kaldi bletturinn uppgötvaðist við greiningu gagna frá VMAP geimfarinu. Tilvist hans var síðar staðfest með nákvæmari athugunum Planck-leiðangsins. Þetta þýddi að frávikið var ekki einföld bilun í tækinu eða handahófskennt suð í gögnunum. Hann er reyndar til staðar á elsta korti himninsins. Hins vegar þýðir tilvist bletts ekki að óþekkt geimfyrirbæri leynist á bakviðan. Á risastóru korti sem inniheldur óteljandi hitasveiflur er óhjákvæmilegt að þar sé kaldasta svæðið. Jafnvel algjörlega tilviljanakennd dreifing skapar stundum mannvirki sem líta óvenjuleg út. Þess vegna er varfærnasta skýringin sú að kaldi bletturinn sé sjaldgæf en ásættanleg tölfræðileg sveifla. Þessi skýring er enn ein sú líklegasta. Og samt lokar það ekki spurningunni alveg. Ekki aðeins er hitastig blettsins óvenjulegt, heldur einnig gríðarleg hornstærð hans. Tölfræðileg marktækni breytist eftir því hvernig gögnin eru greind og val á kaldasta svæði á öllum himninum tekið með í reikningin.
Sumar uppreikningar sýna að slík uppbygging gæti hafa myndast fyrir tilviljun. Öðrir benda á að líkurnar á slíkri tilviljun séu nógu litlar til að halda áfram leit að eðlisfræðilegri orsök. Ef orsökin í raun til staðar, lítur hún annarkvort að liggja á milli okkar og leifargeislunarinnar eða tengjast ferlum sem áttu sér stað á fyrstu stundum sögu alheimsins. Fyrsta og eðlilegasta skýringin tengist risavaxnu geimtómi. Alheimurinn ójafnfylltur efni. Vetrarbrátir mynda langa þræði, þétta knúta og risavaxna þyrpingar. Á milli þeirra eru svæði þar sem vetrarbrátir og hulduefni eru mun færri en meðaltalið. Slík svæði eru kölluð geislar. Sum þeirra ná hundruðum milljóna ljósára í þurrmál og taka yfir gríðarlegt rúmmál geimsins. Ef ljóseind úr leifargeislun fer í gegnum slíkt tómarúm, gæti orka hennar breyst lítillega. Ástæðan tengist útþenslu alheimsins og breytingum á þyngdarkrafti við hreyfingu jarðarinnar. Í óbreyttu rými væri orkutap og orkuöflun ljóseindarinnar að fullu bætt upp. En alheimurinn að þenjast út, þannig að bæturnar eru ófullkomnar. Fyrir vikið getur ljóseind sem hefur farið í gegnum stórt tómarúm náð til okkar með örlítið minni orku og virst kaldari. Þetta ferli kallað samþætt Sachs-Wolf-áhrif. Ef það sérstaklega stórt og djúpt tómarúm á leið ljóssins í átt að kalda blettinum, gæti það skýrt að minnstakosti hluta af þeirri kólnun sem sést hefur. Þess vegna hófst leit að risavaxnu svæði með lágan þéttleika vetrarbrauta, einmitt í stjörnumerkinu Eridanúsi. Slíkt svæði fannst reyndar. Hún kölluð ofurtómið Eridan. Í þessari átt þéttleiki vetrarbrauta lægri en meðaltal og dreifing efnisins frábrugðin nágrannasvæðum. Við fyrstu sýn virtist gátan eiga sér einfalda og sannfærandi skýringu. Ljósið fór í gegnum risastóra tómið, misti lítinn hluta af orku sinni og skildi eftir sig kalt spor á geislunarkortinu. En útreikningarnir sýndu fram á alvarlegt vandamál. Tómið sem greint var ekki nógu stórt og ekki nógu djúpt til að útskýra hitastig kalda blettsins að fullu. Innan ramma staðlaðs heimsfræði líkans ættu áhrif þess að vera greinilega veikari en frávikið sem mælst hefur. Það getur aðeins útskýrt hluta áhrifana en ekki allan blettin. Ákvers hafa sumar rannsóknir dregið í efa tengslin milli ofurtómsins í Eridan og kalda blettsins. Þessar tvær byggingar gætu einfallega verið í sömu átt á himninum og ekki haft bein tengsl hvor við aðra. Tómið staðsett mun nær og leifargeislunin kom frá mörkum hins sýnilega alheims. Samræmi þeirra á himninum sannar ekki enn að önnur byggingin hafi skapað hina. Þetta reynist undarleg staða. Möguleg orsök hefur fundist en hún ekki nógu sterk. Reikningurinn gengur ekki alveg upp og það einmitt í þessu mun á væntanlegu og raunhæfu sem landsvæði djarfari tilgátna hefst. Varfærnasta útgáfan krefst enn ekki nýrrar eðlisfræði. Kalt blettur getur verið sjaldgæf samsetning nokkurra þátta, venjulegra frumsveiflar í yfirgeislun, áhrifa frá nálægu tómarúmi og einkenna tölfræðilegrar úrvinnslu kortsins. Hvert þessara áhrifa ekki nóg eitt og sér, en saman geta þau gert eitt svæði himninsins marktækt ofanílegra en önnur. Slík skýring virðist ekki æðisleg. Í henni engin árekstur heima, óþekkts efnis eða ummerki handan marka hins sýnilegra alheims. Þar aðeins flókin skörun ferla sem áttu sér stað á mismunandi vegalengdum og á mismunandi tímum. Þess vegna hún enn öruggust frá vísindalegu sjónarmiði. En kaldi bletturinn heldur áfram að vekja athygli af annarri ástæðu. Hann meðal nokkura stórfelldra einkenna geislunarleifa sem einnig vekja upp spurningar. Á stærstu hortkvarða lítur kortið af fornöldinni ekki eins tilviljunarkennt og samhört út og búist var við. Sumar hítasveiflur virðast liggja eftir ákveðinni átt. Lítil tölfræðileg ósamhörfa sést á milli tveggja helminga himinsins.
Það eru aðrar frávik sem geta verið tilviljunarkenndar, afleiðing af loka mengun frá merki frá vetrarbrátinni okkar eða sérkenni gagnavinnslu. Hvert slíkt frávik fyrir sig eyðileggur ekki staðlaða líkanið af alheiminum. Vandamálið kemur upp þegar nokkur furðuleg atriði birtast nákvæmlega á stærstu kvarðakortsins. Þetta vekur grun að hugmyndir okkar frumheiminn séu ófullkomnar eða að það leynist áhrif í gögnunum sem ekki hefur enn verið rétt tekið tillit til. Staðargalla varð ein af þeim tilgátum sem gátu útskýrt kaldablettin án þess að vísa til annarra alheima. Á fyrstu augnablikunum eftir mikla vell þandist alheimurinn hratt út og kólnaði. Efnisvið getur breyst úr einni ástandi í annað. Svipaðar breytingar geta fræðilega séð skilið eftir sérstakar orkusamsetningar í geimnum, sérkennilega ummerki snembúnar fasabreytingar. Eitt af þessum mögulegu ummerkjum kallast geimáferð. Þetta er ekki efnislegur flötur í venjulegum skilningi. Áferðin hefur ekki fast yfirborð, ákveðna lögun eða fasta stöðu. Þetta er spennt uppbygging efnislegs sviðs sem getur smám saman minnkað, orðið óstöðugt og krunið saman. Ef svipað ferli hefði átt sér stað í frumheiminum, gætu ört breytandi þyngdarkrafta geta haft áhrif á ljóseindir sem fara þetta svæli. Sumar þeirra myndu missa orku og mynda stórt kalt svæði á geislunarkortinu. Lögun kalda blettsins í sumum líkonum líkist mjög hugsanlegum ummerkjum rótun slíkrar áferðar. Þetta gerir tilgátuna áhugaverða en ekki staðfesta. Til að staðfesta hana þyrfti að finna aðrar svipaðar byggingar eða sjálfstætt merki tilvist staðfræðilegra galla. Hingað til eru engar slíkar sannfærandi sannanir. Það eru fleiri vangaveltur skammtafræðilega eðli frumheimsins. Í upphafi sögu alheimsins var allt mælanlegt rými í afar þettu og heitu ástandi. Á slíkum mælikvarða hættir venjuleg aðskilnaður milli skammtafræði og þyngdarafls að virka. Til að lýsa þessum aðstæðum ítarlega þarf kenningar skammtaþyngdarafls sem ekki enn til í fullkomnu og tilraunalega staðfestu formi. Sum líkon gera ráð fyrir að fyrstu skammtafræðilegu ástandfingsins gætu hafa skilið eftir sig stórfelld spor í leifargeislun. Ef upphaflegu sveiflurnar voru ekki algjörlega tilviljunarkenndnar eða hildu óvenjulegum fylgni, gæti það skapað aðskilin svæði sem eru frábrugðin hefðbundinni tölfræðilegri dreifingu. Kaldbletturinn stundum talnir vera mögulegt dæmi slíka forna skammtafræðilega afritun. Hins vegar veitir þessi hugmynd ekki enn nákvæma og ótvíræða spá sem hægt að staðfesta með athugunum. Hún sýnir aðeins hversu lítið vitað fyrstu stundir tilvistar alheimsins. En frægasta og umdeildasta tilgátan tengist allt annarri mýta veruleikanum. Samkvæmt kenningunni geimþenslu þá upplifði geimurinn á fyrstu örsmáu brotum úr sekundu tímabil afar hraðrar útþenslu. Á næstum ótrúlega skömmum tíma hefur smásjár flatarmálið margfaldast. Þetta ferli getur útskýrt hvers vegna sýnilegi alheimurinn svo einsleitur, hvers vegna rúmfræði hans nánast flöt og hvaðan upphaflegu eðlisþyngdarsveiflunar komu. Uppblástur samræmist vel mörgum eiginleikum fornleifsgeislunar, en eðlisfræðilegur feril sem losaði hana hefur ekki enn verið nákvæmlega ákvarðaður. Það eru margar gerðir og sumar þeirra leiða til sérstaklega óvenjulegra áleiðinga. Verðbólga gæti ekki endað samtímis í öllu rýminu. Á sumum svæðum stöðvaðist hraðaútþenslu. Orkan breyttist í venjulegt efni og geislun og saga sérstaks heits alheims hófst. Uppblástur hélt áfram á öðrum svæðum. Síðan endaði hann annars staðar og skapaði nýtt svæði með mikla fellinum. Þannig gæti komið upp ferli sem kallast eilíf verðbólga. Í þessari mynd rýmið okkar ekki allur veruleikinn, heldur eitt af mörgum stækkandi svæðum. Hvert slíkt svæði stundum lýst sem aðskildum loftbóluheimi. Það rými á milli þeirra sem heldur áfram verðbólguþenslunni og nýjar loftbólur geta komið fram aftur og aftur. Þetta ekki staðfest staðreynd,
Engar beinar sannanir eru fyrir tilvist annara alheima. Jafnvel eilíf verðbólga á sér ekki stað í öllum líkonum og enn umdeild. Hins vegar, ef slíkir loftbóluheimar eru í raun til, þá annar möguleiki fyrir hendi. Í upphafi gætu 2 stækkandi loftbólur rekist saman. Talið að snerting þeirra á milli hafi valdið breytingu af orkudreifingu á árekstrarsvæðinu. Ef þetta gerðist áður en leifar geislunar mynduðust, gæti ummerkið varðveist á fornu korti himinsins. Það gæti litið út eins og stort kringlót eða disklaga hítastigsfrávik. Þess vegna kaldi bletturinn stundum kallaður möguleg ummerki árekstra alheims okkar við annan. Þessi hugmynd hljómar áhrifamikil, en í dag hún ekki sönuð skýring. Samræmi almennrar lögunar blettsins við eitt af mögulegum árekstrarlíkonum sannar ekkert enn. Líkar mannverki geta myndast af öðrum ástæðum og breytur fræðilegu líkansins hægt að breyta til að fá mismunandi hítastigsferla. Til þess að tilgátan verði alvarlegri eitt kalt svæði ekki nóg. Þorfir á viðbótar eiginleikum sem erfitt að útskýra með tilviljunkenndum sveiflum, yfirrými eða staðfræðilegum göllum. Eitt af þessum einkennum gæti verið sérstök uppbygging í kringum blettin. Árekstur loftbóla getur, eftir því hvaða líkan að ræða, skapað ákveðna hitadreifingu, kaldara miðsvæði, umskiptamörk eða hringlaga snið. Sérstök spor í skautun leifargeislunar einnig möguleg. Pólun geymir upplýsingar ekki aðeins hitastig fornaldarheimsins, heldur einnig stefnu sveifluna hans. Hún getur innihaldið upplýsingar sem ekki hægt að sjá á venjulegu hitastigskorti. Ef pólunarmynstur finnst einhver tíma á svæðinu þar sem kalda bletturinn staðsettur sem passar nákvæmlega við sjálfstæða spá árekstralíkansins, þá verður það mun sterkari röksemd. Engin slík staðfesting enn fyrir hendi. Þar að auki skiluðu leitað svipuðum brautum allan himininn ekki sannfærandi niðurstöðum. Einstakir frambjóðendur fundust, en enginn þeirra náði slíkri tölfræðilegri áreiðendika að hægt veri að lýsa við tengslum við annað alheimi. Þess vegna heiðarleg vísindaleg afstaða enn varkár. Koldblettur til staðar. Hann var staðfestur með óháðum athugunum. Hann lítur mjög óvenjulegur út, en uppruni hans óþekktur. Kannski fyrir framan okkur einfaldlega öfgakennd afleiðing af handahófskendum hítasveiflum. Kannski hluti áhrifanna skapaður af ofurtómi eridans. Kannski hafa nokkur venjuleg ferli skarast og leitt til frávíks sem virðist dularfyllara en það í raun Það einnig mögulegt að bletturinn tengist eðlisfræði frumheimsins, sem nútímalíkanið lýsir ekki að fullu. En það væri of stórt skref að færa sig frá þessu möguleika yfir í fullyrðingu árekstur alheima. Og samt sem áður möguleikinn enn til staðar. Ef það verður einhver tíman staðfest að kaldi bletturinn hafi í raun komið fram vegna snertingar við annað loftbóluheim, mun það ekki aðeins breyta heimsfræðinni. Sjálf merking orðsins alheimur mun breytast. Í dag vísar þetta orð til heildar rúms, tíma, efnis og orku. Allt sem var til eftir mikla fall og allt sem hægt að tengja okkur orsakatengt. En í myndinni af eilífri verðbólgu verður okkar sýnilega rými aðeins eitt svæði í miklu stærri veruleika. Aðrar loftbóluheimar getur myndast við aðrar upphafskurði. Í sumum þeirra getur eðlisfræðilegir fastar verið mismunandi. Þyngdarkraftin, eiginleikar frumenda og hegðun reita getur leitt til allt annara þróunar. Í sumum slíkum heimum geti efni aldrei safnast saman í stjörnur. Í öðrum getur atómin reynst óstöðug. Einhver staðar geti útþenslan orðið svo hröð að vetrarbrautir hefðu ekki tíma til að myndast. Og sum svæði hefðu þalski aðstæður sem lifiðu flóknar byggingar, en eðli þeirra ekki hægt að lýsa með þeirri eðlisfræði sem við þekkjum. En allt þetta enn fræðilegur möguleiki og ekki staðfest mynd af heiminum.
Helsta flækjustígi fjölheimsins sannreinanleiki þess. Ef önnur svæði eru að eilífu aðskilin frá okkur vegna útþenslu geimsins, gætu beinar athuganir verðu ómögulegar. Þá hætta á að kenningin verði of sveigjanleg. Næstum hvaða niðurstöðu sem hægt að útskýra með tilvist viðigandi alheims með viðigandi skilyrðum. Þess vegna ummerki hugsanlegan árekstur svo mikilvæg. Það gæti orðið sjaldgætt tilfelli þegar önnur veruleikasvið skilur eftir sig sýnilegt spor í alheiminum okkur. Kaldi bletturinn vekur ekki athygli vegna þess að hann sannar tegar tilvist fjölheimsins. Hann mikilvægur vegna þess að hann á mörkum mælanlegra staðreyndar og nokkra gjörólíkra skýringa. Eitt lítið svæði á korti hins forna heims tengir saman tölfræði, stórfelldu uppbyggingu alheimsins, þyngdarafl, skammtarfræði og kenninguna verðbólgu. Hver möguleg skýring leiðir til sinnar eigin hugmyndar uppruna alheimsins. Ef þetta venjuleg sveifla, þá sýnir kaldi bletturinn hversu auðveldlega mannleg skynjum sér leyndardóm í sjaldgerfri samsetningu handahófskenndra gagna. Ef ástæðan liggur í sprengistjarna, þá stöndum við frammi fyrir einni stærstu byggingu nálga alheimsins, en áhrif hennar á fornöld reyndust sterkari eða flóknari en nútíma útreikningar spá fyrir. Ef bletturinn varð til vegna jarðfræðilegs skalla, gæti hann verið afleiðing fasabreitinga sem áttu sér stað á fyrstu tímum sögu alheimsins. Og ef það tengist árekstri loftbóluhuma, þá varð við til fornöldin merki atburði sem gerðist utan venjulegs skilninga á rúmi og tíma. En jafnvel þótt kaldi bletturinn fái einn daginn endanlega skýringu, þá endar sagan sjálf ekki þar. Leifar geisluninnar innihalda einnig önnur einkenni sem mynda ekki enn alveg skýra mynd. Sum þeirra gætu horfið eftir nákvæmari gagnavinnslu. Önnur geta reynst vera ummerki ferla sem áttu sér stað longu fyrir tilkomu fyrstu atómana. Hvert nýtt kort af fornöldinni skýrir þekktar breytu alheimsins en opnar leið nýjar spurningar. Munurinn á raunverulegri eðlisfræðilegri fráviki og sjaldgæfri tölfræðilegri tilviljun enn sérstaklega mikilvægur. Þegar einn tiltekinn blettur skoðaður, getur óvenjuleiki hans virst mjög mikill, en ef maður skannar allan himininn með mörgum mæliaðferðum, finnur maður næstum óhjákvæmilega að minnstakosti eitt svæði sem lítur einstaklega vel út. Því fleiri merki sem skoðuð, því meiri líkurnar að finna handahófskennda samsetningu sem lítur út eins og ummerki óþekkt fyrirbæri. Þessi meginregla kallast áhrif margfeldisleitar. Það þýðir ekki endilega að kaldi bletturinn sé tilviljunkendur. Það neyðir mann aðeins til að vera varkárari með háværar ályktanir. Nauðsynlegt að taka ekki aðeins tilliti líkindana á að nákvæmlega slík mannvirki komi fram, heldur eignir líkindana á að önnur mannvirki komi fram sem gæti virst jafn óvenjuleg. Þetta einn helsti erfiðleikinn í heimsfræðinni. Alheimurinn að aðeins tiltekur til athugunar í einu tilviki. Það ómögulegt að endurtaka myndun hans, breyta upphafsskilyrðum og sjá hversu oft kaldir blettir birtast. Það mögulegt að búa til tölvulíkan, búa til þúsundir gervikorta af fornleifargeislun og bera þau saman við raunverulegan heiminn. En öll líkan byggjast á ákveðnum forsendum. Ef þessar forsendur ófullkomnar, getur tölfræðin einnig verið villandi. Nútíma heimsfræðilíkanin lýsir alheiminum með ótrúlegri nákvæmni. Það útskýrir útþenslu geimsins, dreifingu vetrarbrauta, uppruna ljósefnafræðilegra frumefna og helstu eiginleika fornleifargeislunar. Það byggir á venjulegu efni, hulduefni, hulduorku og snembúnum sveiflum í frumþéttleika. En megnið og innihaldi alheimsins enn óþekkt í eðli sínu. Hulduefni gefur ekki frá sér ljós og greinist eingöngu með áhrifum þyngdarafsins. Hulduorka tengist hraðari útþenslu geimsins en eðlisfræðilegur kjarni hennar hefur ekki verið staðfestur. Ekki hefur heldur fundist hvernig uppblástur fer fram.
Jafnvel nákvæm mynd upphafssveiflana er ályktuð út frá líkunum sem virka vel, en gefa ekki enn endanlega lýsingu á fyrstu stundum alheimsins. Þess vegna verður sérver stór frávik möguleg vísbending að hluti myndarinnar vandi. Kaldbletturinn er hugsanlega ekki villa í staðalíkaninu, heldur afleiðing illa skilgreind samspils nokkura þekktra ferla. Til dæmis geta það frumsveiflur, nokkur svæði með minnkaða eðlisþyngd í mismunandi fjarlægðum og veik aukaáhrif sem koma upp við hreyfingu ljós vegna breytinga á geimbyggingu, samtímis stuðlað að meldu hítastigi. Ljós leifargeislunarinnar eyðir næstum allri sögu alheimsins í slóðum sínum. Á þessum tíma fór það í gegnum þyngdarsvið, vetrarbrautaþyrpinga, tómarúma og risavaxina þráða úr hulduefni. Braut ekosins var örlítið brengluð, orka gat breyst. Upprunalega teikningin var smám saman brengluð, þó að megnið af henni héldist nánast óbreytt. Það er afar erfitt að aðgreina aðalmerkið frá öllu sem gerðist við það síðar. Vetrarbrautin okkar skapar viðbótar erfiðleika. Milli jarðar og fjarlægrar geislunar er vetrarbrautin okkar full af geimryki, gasi, rafeindum og segulsviðum. Allir þessir þættir gefa frá sér örbylgjugeislun og geta hulið veikan geimfræðilegan bakgrunn. Mælingar á mismunandi tíðnum eru notaðar til að skýra kortið. Rykkgeislun, samstillt geislun hlaðinna agna og aðrar uppsprettur hafa mismunandi litróseiginleika. Hægt er að aðgreina þær frá aðgangsmerkinu, en þessi aðferð er ekki alveg nákvæm. Jafnvel lítið lokavilla getur haft sérstaklega mikil áhrif á stærstu svæði kortsins. Það er á slíkum kvarða sem kaldi bletturinn og önnur þekkt frávik eru staðsett. Hinsvegar sýnir samhljómur niðurstaðana vaps og plank að bletturinn er ekki auðveldlega útskýrður með einni villu í tilteknu tæki. Tækin 2 notuðu mismunandi tækni, tíðnisvið og vinnsluaðferðir. Báðar fundu frávik á svipuðum stað og með svipaða eiginleika. Þetta styrkti trúna á að kaldi bletturinn væri í raun til staðar í gögnunum, en að staðfesta tilvist fráviks er ekki það sama og að skilja uppruna þess. Framtíðarrannsóknir ættu ekki aðeins að einbeita sér að hitastigi, heldur einnig að öðrum eiginleikum fórnaldar. Pólun er sérstaklega mikilvæg. Hún á sér stað þegar ljóseindir dreifast í umhverfi með ákveðinni stefnudreifingu geislunar. Fyrir vikið fer ljósið veika sveiflustefnu sem ber með sér viðbótar upplýsingar frumheiminn. Hitastigskortið getur sýnt sama staðinn af nokkrum mismunandi eðlisfræðilegum ástæðum. Púnun getur verið breytileg. Tölfræðilegar sveiflur, staðfræðilegur galli og árekstur loftbóla eru ekki nauðsynlegir til að skilja eftir sama stefnumynstur. Þess vegna geta næmari mælingar á skautun þrengt hringinn sem útskýrður er verulega. Ef engin sérstök skautunarbygging finnst á svæðinu þar sem kalda bletturinn er, verða sumar framandi ljókun ólíklegri. Ef fyrirfram spáð snið pirtist sem erfitt er að fá fyrir tilviljun, mun áhugi á nýrri eðlisfræði aukast verulega. En jafnvel slík niðurstaða krefst óháðrar staðfestingar. Saga heimsfræðinar þekkir mörg dæmi þar sem óvenjulegt merki virtist fyrst byltingarkennt en hvarf síðan eftir að mælitæki varu bætt eða óútskýrð truflunaruppspretta var uppgötvuð. Á stærstu mælikvörðunum er sérstaklega erfitt að útiloka kerfisbundnar villur, því takmarkaður fjöldi sjálfstæðra svæða á himninum er tiltekur. Fyrir litlar byggingar má sjá þúsundir og milljónir dæma. Fyrir bletti sem eru nokkrar gráður á stærð inniheldur allur himnininn mun færri sjálfstæð svæði. Tölfræðilegar niðurstöður verða óáræðanlegri og hvert einstakt frávik fær of mikið vægi. Þess vegna gæti kaldi bletturinn verið ráðgáta langa hríð. Það er ómögulegt að líta á það sem nær en vetrarbraut eða geimþoka. Það er ekki hægt að senda tæki til hans. Hann hefur ekki skýra fjarlægð, en eðlisfræðileg orsök þess er óþekkt. Þetta er ekki hlutur staðsettur á ákveðnum stað í geimnum, heldur einkenni hitastigs dreifingar á yfirborði síðustu dreifingar, sem er ofan á allt efni sem er staðsett milli þessa forna yfirborðs og jarðar.
Blettur getur verið afleiðing mjög fjarlags ferlis og afleiðing tiltölulega nálægrar uppbyggingar á sama tíma. Þessir möguleikar líta eins út á tvívíðu korti af himnum en þýða gjör ólíkar sögur. Ef það kom upp á yfirborði síðustu dreifingarinnar, vísar orsök þess til þess tíma þegar alheimurinn var 380.000 ára gamall eða jafnvel til eldra tímabils uppblásturs. Ef bletturinn var til af ofurholi, þá kom hitastigs ójöfnuðurinn sjálfur fram miklu síðar, þegar forn ljós fór í gegnum stóru bygginguna sem myndaðist. Í fyrra tilvikinu felst lengdardómurinn í upphafsskilyrðum geimsins. Í öðru tilvikinu felst hann í dreifingu efnis og þróun alheimsins yfir milljarða ára. Til að greina á milli þessara atburðarása nauðsynlegt að kortleggja vetrarbrátir og hulduefni eftir allri stefnu kalda blettsins. Það ekki nóg að vita að það ein stór inngangur. Það nauðsynlegt að endurheimta þrívítar dreifingu efnisins yfir gríðastórt svið vegalengda. Það mögulegt að nokkur tóm séu staðsett í einni átt, aðskilin af þéttari svæðum. Heildar áhrif þeirra á ljóseindir geta verið sterkari en áhrif einnar byggingar. Hugsanlega form ofurtómsins eritan flóknara en núverandi athuganir bendapill. Það hægt að teygja það eftir sjónlínunni og þess vegna raunveruleg rúmmál þess og áhrif vanmetin. Slíkar skýringar tryggja þó ekki tæmandi skýringu. Staðlaða líkanið spáir fyrir ákveðin styrk samþekktar Sachs-Wolf áhrifa. Sumar athuganir á stórum uppbyggingum sýndu stundum sterkari merki en búist var við, en tölfræðileg áreiðanleiki þessara niðurstaða enn umdeildur. Ef raunveruleg áhrif í raun sterkari en útreiknuð áhrif, gæti það bent til óvenjulegra eiginleika dökkrar orku eða frávíks frá almennu afstæðiskenningunni í risavaxnum fjarlægðum. Þannig leiðir kaldi bletturinn aftur til grundvallar spurninga. Kannski liggur vandamágið ekki í tómarúminu sjálfu, heldur í því hvernig þyngdarfleiði virkar á heimsfræðilegum skala. Almenna afstæðiskenningin hefur staðist margar prófanir og lýsir þyngdarfyrirbærum afar nákvæmlega, en flestar af þessum ströngu prófunum eiga við sólkerfið okkar, tvístjörnur, svarthólm og tiltölulega staðbundnin svæði. Á kvarða sem nemur hundruðum milljóna og milljarða ljósára þyngdarafl rannsakað með óbeinum athugunum. Ef hegðun þess jafnvel örlítið frábrugðin stöðluðum jöfnum, getur ljós sem fer í gegnum risavaxin tóm breytt orku sinni á annan hátt en líkönin spá fyrirum. Þetta þýðir ekki að kaldi bletturinn gefi nú þegar til kynna breytta þyngdaraflsbreytingu. Slík útgáfa krefst meiri sönnunargagna. En hún sýnir hversu langt tilraunin til að útskýra eitt kalt svæði á kortinu getur leitt. Hver leið stendur frammi fyrir sínum eigin vandamálum. Tölfræðilegar sveiflur raska engu en skilja eftir tilfinningu afar sjaldgæfa tilviljun. Ofurtóm til staðar en væntanlegar áhrif þess of lítil. Staðargallar geta skapað svipaða uppbyggingu en engin slíkur galli hefur enn verið staðfestur. Sumar kenningar leyfa áreikstur loftbóluheima en engar beinarsannanir fyrir tilvist loftbóluna sjálfra. Breytt þyngdarafl geti aukið áfut tómarúmsins, en eitt frávik ekki nóg til að draga slíka niðurstöðu. Fórauksstýringin enn orðin endaleg. Kannski þetta ástæðan fyrir því að kaldi bletturinn heldur svona miklum krafti. Hann ekki bjartasta, massamesta eða eyðileggjandi uppbygging alheimsins. Þetta veikburða hítastigsmunur sem hverfur næstum því á bakgrunni fornar geislunar. En þetta varðla greinanlega frávik hylur spurningar mörk hins sýnilega veruleika. Það sem kemur mest á óvart að upplýsingar mögulega atburði í upphafi alheimsins gátu varðvist nánast óbreyttar í meira en 13 milljarða ára. Stjörnur fæddust og dóu. Vetrarbrautir rákust saman, gleyptu hver aðra og breyttu lögun. Svarthol söfnuðu massa. Geimurinn þandist út og dökk orka fór smá saman að ráða frekari þróun egosins. Á bakvið öll þessi ferli
héldu fornar ljóseindir áfram að ferðast geiminn og varðveittu döft minnstur þess tíma þegar engin einasta stjarna var enn til. Þessi teikning nú tiltekt til mælinga. Sérhver lítil frávik í hítastigi verða að skilaboðum úr fortíðinni. Flest slík skilaboð hafa þegar verið afkóðuð. Þau sögðu frá aldri alheimsins, samsetningu hans, rúmfræði og útþensluhraða. En sumir hlutar kortsins virðast innihalda tákn sem merking þeirra enn óteikt. Kalt blettur eitt slíkt tákn. Kannski hylur það ekkert óvinnuðitt. Stundum sjaldgæf tilvinnun bara sjaldgæf tilvinnun. Alheimurinn ekki skildugur til að skapa aðeins dæmigerða struktúrar. Meðal hins mikla fjölda sveifluna verður ein að vera sú djúpstæðasta, stórasta og áberandi. En ef það sérstakt eðlisfræðilegt ferli á bakvið blettinn, getur gildi hans verið mun meira en veikt hítastigsmerki hans. Hann getur sýnt fram á að upphafsskilyrði alheimsins voru flóknara en talið var. Það geti leitt í ljós óþekktan eiginleika dökkrar orku. Getur orðið fyrsta óbeina merkið fornan staðfræðilegan galla. Eða leitt til enn róttækari niðurstöðu. Alheimurinn okkar var ekki alveg einangraður þegar hann var til. Og samt, óháð því hver lokasvari varður, hefur kaldi bletturinn þegar breytt hugmyndin hvernig ætti að rannsóka alheiminn. Hann minnir okkur á að jafnvel farsælasta vísindakenningin ekki síðasta síða bókarinnar. Hver kynslóð sjónauka gerir alheiminn skiljanlegri en áhjúpar leið nýjar ráðgátur sem enginn tók eftir áður. Kannski eftir nokkra áratugi munu fullkomnari geimstjörnustöðvar taka saman svo nákvæmt kort af leifargeisluninni að uppruni kalda blettsins verði augljós. Kannski munu nýjar könnunarleiðangranir á milljörðum vetrarbrauta gera það mögulegt að endurheimta alla þrívítarbyggingu efnisins í þessa átt og að lokum staðfesta áhrif risavaxins geimtómar. Og kannski munu framtíðar athuganir leiða í ljósmerki sem hvorki hægt að útskýra með tölfræði né þekktri eðlisfræði. Hingað til hefur enginn þessara valkosta orðið að veruleika. Aðeins eitt hægt að segja með vissu í dag. Kaldur blettur til staðar. Hann hefur verið staðfestur með óháðum athuganum og ein óvenjulegasti eiginleiki fornleifageislunar. En raunverulegt eðli hans enn óþekkt. Þetta þýðir að fyrir framan okkur ekki leyst ráðgáta, heldur opin vísindaleg spurning. Stundum reynast slíkar spurningar vera þær mikilvægustu. Ekki vegna þess að þær skipta strax kennslubækur, heldur vegna þess að þær neyða okkur til að leita nýra leiða til að prófa gamlar hugmyndir. Vísindasagan hefur ítrekað sýnt að stærstu uppgötvanirnar hófust með litlu misræmi milli athugana og væntinga. Lítilsháttar frávik í hreyfingu reikistjarnanna leiddi til uppgötvunar nýrra þyngdarlögmála. Óvenjulegar línur í litrófinu leiddi í ljós uppbyggingu atóma. Var það áberandi sveiflur í geisluninni gerðu það mögulegt að skilja hvernig vetrarbrautir urðu til. Kannski mun kaldi bletturinn einn daginn klára þennan lista. Og kannski verður það áfram sjaldgæft tölfræðilegt einkenni hins víðfeðma alheims, sem minnir okkur á að handalofskennd virðast stundum ótrúlega sannfærandi. Þetta hið sanna gildi vísindana. Verkefni þeirra ekki að velja áhrifaríkustu skýringuna, heldur að smám saman hafna öllum þeim möguleikum sem standast ekki athuganir. Jafnvel fallegasta tilgáta einskisvirði án sönnunargagna. Aftur á móti getur óvæntasta niðurstaða reynst sönn ef hún staðfest af staðreyndum. Í dag engar sannanir fyrir tilvist annarra alheima. Engar vísbendingar að kaldi bletturinn sé ummerkið árekstur geimbóla. Það engin staðfesting á því að hann hafi að öllu leyti verið myndaður af risavaxnu ofurhóli. Og það engin ástæða til að hafna neinum þessara möguleika endalega. Þess vegna þessi saga enn óklaruð. Einhvers staðar á elsta korti heimsins svæðið þar sem hitastigið aðeins nokkrum tugum milljónustugur gráðu lægra en í bakgrunni. Slíkan óverulegan mun ekki hægt að finna eða sjá með eigin augum. En það var einmitt þetta sem leiddi til einna stærstu umræðu nútíma heimsfræðinar uppruna alheimsins
eðli geimsins og hvort eitthvað miklu stærra geti verið til handan hins sýnilega alheims. Stundum spretta djúpstæðustu spurningarnar ekki upp úr stórkostlegum sprengingum og ekki úr risavaxnum vetrarbrautum. Stundum nægir einn lítil kaldur blettur á fornöldinni sem yfir ferlast alheiminn í næstum 13,8 milljarða ára. Og kannski það einmitt í þessu varla áberandi spori fortíðarinnar sem svarið við spurningunni hversu stór veruleikinn í raun enn falið.